Komið sæl, ég heiti Helga, oft kölluð Gagga og þetta er fyrsta YouTube mitt, vonandi fyrsta af fjölmörgum. Og ástæða þess að ég er hér mætt er að ég vil deila meira brennandi ástríðu sem ég hef fyrir vellíðan fólks, vellíðan okkar allra. Og ég hef mörg tæki og tól í bakpoka mínum sem að ég veit að geta nýst öðrum, ekki bara mér. Upphaflega voru þau náttúrulega sett í bakpokan fyrir sjálfa mig. Og ég finn að þau virka og þess vegna vil ég deila það með ykkur. En svona svo þið vitið eitthvað aðeins mig, að þá er ég hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir, þerapisti og ég hef starfað 35 ár í heilbrigðiskerfinu og meðal annars á geðsviði. Það er margt annað sem ég hef lært, alls konar aðferðir og ég fer meir út í það síðar. Ég ætla ekki að hafa neina upptalningu á einhverjum námslista, en þið getið kynnt ykkur það bara í textanum. En hér er ég mætt til að segja ykkur aðeins hvað ég hef upp á að bjóða og mun bjóða upp á í næstu vídeóum. Að ég mun kynna fyrir ykkur hvernig ég vinn og hvernig þið getið nýtt ykkur það sjálf til að efla hamingju ykkar, frelsi, takast á við erfiða tilfinningar eins og tilfinningar og hugsanir sem skapa þunglyndi, kvíða, skömm, sektarkennd, vantraust á sjálfan sig. Já, bara finnast maður ekki vera nóg. Ég held að heimurinn sé svolítið sýktur af svona vantraust tilfinningum. Fólk treystir ekki sjálfur sér og það treystir ekki öðrum. Það er ótti sem hefur ráðið ríki mínu undanfarin ár. Enda tímarnir er búin að vera mjög skrýtnir undanfarin ár. Þannig að ótti hjá fólki hefur aukist mikið og við sjáum þetta hjá börnum, unglingum. Það eru fleiri og fleiri að fara á alls konar geðlyf, kvíðalyf, ekki að höndla sjálfa sig að sína tilfinningar. Og hvað gerum við þá? Við flýjum okkur sjálf. Við bara eins og það sé hægt. Það er náttúrulega ekki hægt. En við reynum það. Og eins og ég lít á þetta og okkur, þá erum við hugur, líkama og sál. Þetta er bara þrenning sem að við flýjum ekki, hvað sem við reynum. Og við höfum guðlegan kraft inn í okkur. Við höfum alla visku innanborðs sem getur hjálpað okkur og gert okkur, öflug, kærleiksrík og nákvæmlega lært að elska okkur nákvæmlega eins og við erum. Því að það er lykillinn að elska sig nákvæmlega eins og maður er. Það sem ég gert meðal annars til að hjálpa mér til þess, þegar ég er að trýta sjálfa mig, að ég skapaði þennan grip sem heitir Smiler og er hljóðfæri gleðinnar sem ég treði því á milli munnvikanna á mér þegar bara allt annað bregst. Svona take it till you make it, á þess að traðka á tilfinningunum mín. En eins og ég segi, þá hef ég mörg tól í bakpokanum mínum og eitt af þeim er The Work sem er aðferð sem að Byron Katie hannaði og þið finnið linkinn á hennar heimasíðu fyrir neðan. Work er aðferð sem að hjálpar okkur til að skoða hugsanir sem að valda þjáningu. Já, það er eina þjáningi sem það er svona viðhorf okkur. Hvað er ég að hugsa? Hverju vil ég trúa sjálfa mig og aðra og heiminn? Það er mjög athyglisvert að skoða það og fá bara svona nýjan sannleika, nýja sýn. Sannleikurinn gerir mig og frjálsa. Þannig er það, því að sannleikurinn er alltaf kærleikur. Þetta er mögnuð aðferð sem ég hlakka til að deila með ykkur meira síðar og svo blanda ég henni oft sama við Internal Family System, IFS, sem er sálfræðileg aðferð sem er leið til að fara inn á við og skoða partana sína. Ég er jú gerð á mörgum persónuleikum, við erum það öll. Það er ekki fólk sem er á geðdeildum sem er bara þannig. Það er bara, við erum öll með marga persónuleika. Einu getur þótt gaman að gera þetta, öðrum hitt og einn er feiminn, annar er gaman að dansa eða vera á sviði, einn þorir því ekki. Þannig að þetta er margflókið og við viljum okkar eigið sjálf eða sálin okkar, ef ég má kalla það svo, stýri í lífinu. En ekki einhverjir hræddir partar sem koma oft frá barnæsku.
Skömmin þar til dæmis mjög sterkur, hvað var að segja, sterk tilfinning sem oft óbærilega erfið og veldur einmitt því sem við erum að horfa upp á í lífi okkar og annar, alls konar fíknum. Það eiginlega flestir með einhverja fíknum að segja. Það nú meira eiginlega svo, hvort sem það að glápa á sjónvarpið eða eyða vísakortinu sínu eða drekka eða reykja eða vera í klámi eða borða mikið eða tala illa náungan eða whatever. Það margar leiðir sem við notum til flótta og þær virka í skamman tíma. Og svo bara aftur krossum við. Þannig að ég ætla að kynna fyrir ykkur ýmsar aðrar útgönguleiðir út úr vanlíðan. Og það allt með því að fara inn á við, skoða hvaðan kemur skömmin til dæmis. Hvernig getur hún verið leiðsögumaður okkur í átt til frelsis, svona eins og leiðarljós. Í átt að frelsi. Hún getur það nefnilega, hún hefur svo mikla visku í sér bara við hlustum. Alveg svo við hlustum á lítið barn sem líður illa, þá þurfum við að læra að hlusta á okkur sjálf. Það alveg magnað. Við höfum alla vitneskjuna innra. Og það sögðu ýmsir meistarar, eins og Jesú. Við höfum Guð hið innra. Búddarnir segja þetta, fræviskunnar hið innra. Þannig að ég ekkert að íkja neitt hérna. Þið ykkar eigin meistarar. Þið ykkar eigin heilarar. Þetta ætlum við að skoða í næstu vídeóum hjá mér og fara dýpri í þetta og mér hlakkar alveg virkilega til að lyfta mér upp með ykkur og læra að brosa með hjartanu. Hverjum degi. Gefa bros, eins og Smiler segir. Þið getið kíkt á heimasíðuna, hún hérna líka í link fyrir neðan, smiler.is. Þannig að vera Smiler, vera kærleikurinn, tala með hjartanu, leyfa hjartanu að tjá sig. Þora að vera í sínu sannleika, þora að vera þú. Flest okkar þorum ekki að vera okkur við sjálf. Það svolítið merkilegt. Að því að skömmin stoppar það. Og svona aðeins að bæta við smá upplýsingum skömmina, því að hún mjög forvitnileg í raun að veru og enginn þolir hana. En skömmin, hún lærð. Við fæðumst ekki með skömm. Við lærum hana og við lærum hana með því að það einhver sem við lítum upp til, það getur verið foreldri, kennari, eldri systkini, einhver leiðbeinandi sem skammar okkur án þess að ætla sér endilega með okkur, bara til að kenna okkur, að vera góðir þjóðfélagsþegnar og fólki muni líka vel við okkur, þannig að góður ásetningur. Síðan förum við að skamma okkur sjálf. Og við gerum það oft til að vera fyrri til, svo aðrir ná ekki að skamma okkur. Og svo fyrir við að skamma aðra. Og þetta svona svolítið ríkjandi í þjóðfélaginu. Við erum öll að skammast út í hvort annað. Þetta svolítið merkilegt. En þetta lært. Þetta allt saman lært og við getum aflært þetta. Og við munum gera það í komandi YouTubeum og margt annað líka spennandi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna og hlakka til að hitta ykkur áfram og ef að þið viljið hlusta meira á mig, þá væri ég mjög þakklátt að þið ýttu á like og followu mig því að þá sjá fleiri og sama getum við heila okkur. Hvað skemmtilegra? Því að ekkert eins spennandi og innri friður. Og svona að lokum, að þá langar mig bara að minna okkur öll á að ganga út í daginn og brosa við hjartanu.